Númer 3 á lista OWASP 2021 eru injection árásir, en það eru árásir sem eiga sér stað ef að gögn frá notanda er ekki staðfest eða hreinsuð á réttan máta áður en þau eru notuð í einhverjar skipanir, og þá getur þetta orðið til svona injection árás. Þá er það þannig að árásaraðili útbýr einhver texta sem nýtir sér þessa galla í því að gögnin sé ekki staðfest eða hreinsuð til að ná fram einhverjum takmörkunum sínum. Og þetta er ekki bara það sem er svona almennast, sem er SQL injection, árásir á SQL gagnagrunna, heldur getur þetta líka átt við XML eða SMTP sem eru pósttjónar inn á aðgerðir sem eru keyrðar á stýrikerfinu og fleira. Þetta er bara allsstaðar þar sem við erum einhvern veginn að taka gögn frá notanda og nota í skipanir einhvers staðar annars staðar. Og við vendum okkur með því að treysta aldrei gögnum frá notendum, hreinsa það index sem við tökum inn, nota parameteræðst viðmót þegar við erum að tengjast með gagnagrunnum og fleiri atriði sem að tengjast við. En ef við erum með SQL, þá er þetta svona í sínu einföldustu mynd eitthvað sem við ættum aldrei að gera. Það er það að taka beint eitthvað gildi hérna úr rec.body og keyra einhverja skipun beint með því gildi. Og þá erum við hérna að keyra hana beint að því leyti að við erum bara að taka út streng og við erum bara að setja strengin úr frá notandanum inn í skipunina. Að hérna erum við þá búin að breyta texta frá notanda í part af skipun. Og hvað ef einhver sendir oops, delete from test, að þá verðum við að taka þetta, setja þetta inn í queryið og þá sjáum við að queryið okkar verður insert into test values oops. Það verður til einhver færsla þarna, en síðan er aðgerðinni lokað hérna. Það er síðan framkvæmt ný aðgerð sem eyðir öllu úr testgagnagrunnum okkar og síðan er notað dastas sem kommentar út á restina. Þannig að úr verða 2 skipanir sem eru keyrðar á gagnagrunnum okkar. Önnur er í lagi en hin er það alls ekki. Síðan getum við verið með það sem er í raun aukalega hægt hugsanlega að breyta því hvernig er verið að filtera gögnin. Þannig hér tökum við úr querystreng eitthvað. Hugsanlega er þetta notandi sem keyrir þarna sem að má ekki, hefur ekki leyfi til þess að eyða töflum eða gera breytingar, en það er verið að selekta einhver ákveðin gildi sem eru þá hugsanlega eitthvað sem við ættum ekki að geta séð. Og við tökum hérna inn eitthvað, það er verið að leita eftir ID eitthvað svoleiðis, en nú sendur einhver inn 1 eða 1 jafnt og 1, þá verður queryið selektaði frá test þar sem að ID er 1 eða 1 jafnt og 1. Sem sagt, selektar allar raðir úr töflunni. Og þá gefur augaleið að ef við selektum allar raðir, að þá er í raun möguleiki á því að við fáum einhver gögn sem við ættum ekki að vera að sjá. Og dæmi þetta er í raun hann Little Bobby Tables sem að XKCD gerði mjög frægan, en það er þetta að sanitize database inputs. Og það gerum við með því að nota alltaf parameteræðst viðmót. Það sem við erum að aðskilja gögnin frá aðgerðinni. Þannig að gögnin sem við erum að setja inn verða aldrei partur af aðgerðinni, heldur eingöngu vísanir í þau sem að þá í raun það kerfi sem við erum að nota sér að setja rétt inn, og þá er í raun ekki möguleiki að senda inn einhver ólögleg gögn hérna. Þau einfaldlega verða það bara partur af gögnunum. En SQL notandi er eitthvað sem getur notað þess að takmarka hættuna og vera þá með svona defense in depth með því að þrengja heimildirnar, með því að segja þá að notandi megi aðeins selekta úr ákveðnum töflum eða megi aðeins gera breytingar í ákveðnum töflum eða megi ekki eyða töflum, að þá getum við minnka möguleikann á því ef við óvart erum með eitthvað, að þegar við reynum okkar besta, en það þýðir samt ekki að við séum alltaf 100% örugg. Og þá getum við í raun hvað eru minnstu heimildirnar sem notandi þarf að hafa til þess að geta framkvæmt einhverjar aðgerðir sem við erum með í forritunum okkar. Síðan höfum við XSS sem er cross-site scripting, og það er þegar við erum með óæskilegan kóða sem er keyrður af notanda vafra, og þá er þess að ég er einhver sem er að vafra og ég einhvern veginn kemst yfir eitthvað eða einhver sendir mér eitthvað og það er ég keyri það í gegnum minn vafra, sem þýðir þá að ég hef sömu leyfi og sá notandi sem er bara við tölvuna.
og þetta getur þá verið á sérstökum vefjum þar sem að við viljum komast yfir einhverjar upplýsingar. Til dæmis hægt að stela með þessu aðgangsupplýsingum með því að stela cookie og þá komast yfir session hjá viðkomandi, leki einhverjum upplýsingum eða bara framkvæmt einhverjar aðgerðir í gegnum í raun. Án þess að vera með aðgangsorðið þá hægt að nota þennan notanda sem einhvern proxy til þess að komast inn í eitthvað kerfi. Og við vendum okkur með því að treysta aldrei gögnum og aldrei birta þau rá. Það að segja, við þurfum alltaf að hreinsa strengi frá notanda sem fyrst, alltaf, líka áður en við birtum notandanum. Þannig að það er ekkert að treysta því að notandinn reynir ekki að geta ekki verið að skemma fyrir sjálfum sér þegar til dæmis það er eitthvað slegið inn í eitthvað formi sem er bak við einhverju einskrifningu. Heldur gæti það verið að einhver notandi sé sýktur af einhverju eða einhver sé búinn að plata viðkomandi til að setja eitthvað inn sem síðan geri eitthvað af sér. Og það er til mikið af sjálfvirkjum sem leita uppi og venda okkur einhvern svona basic máta fyrir XSS, en þau eru líka hægt að nota til þess að finna þessar hólur. Það eru nokkrar útgáfur af XSS, ein af þeim er Reflected, sem er þá skaðlegur kóði sem er komið fyrir til dæmis í query string og sendur fórnarlambið. Fórnarlambið opnar þetta og kóðin er þá einhvern veginn keyrður og það getur þá verið í raun óljóst fyrir notanum eitthvað hafi gerst. Það breytist ekki neitt, það gerist ekkert hræðilegt, en til dæmis var notandaupplýsingum viðkomandi stolið í gegnum session. En þá er í raun alltaf til þess að reyna að sjá hvort það sé einhver XSS veikleiki, þá er eitt að birta með alert töluna 1 og ef það gengur þá sjáum við og vitum að það er XSS hóla á viðkomandi vef. Og það eru sumir vafrar sem eru farin að setja inn, ef þeir finna einhver gögn í query-strengnum þá er það ekki leyfilegt að keyra, til dæmis þetta sjálfgefið í Chrome. Og við verðum alltaf að hreinsa allt sem kemur frá öllum. En það er ekki nóg að escapea gögn sem því að taka, breyta minnaðarmerkinu í öllu HTML í ampersand LT semikoma. XSS getur komið á miklu meiri og miklu breiðari máta en við höldum. En hérna sjáum við hvernig við getum í raun keyrt í gegnum XSS pakkan sem við ætlum að nota til þess að passa okkur fyrir þessu, að hér í raun ekkert XSS í boði, þannig að það í raun pakkin lætur þetta vera. Hér til staðar XSS og þá í raun pakkin tekur og escapear þessi gögn, þannig að þau séu ekki mögulega keyrð sem HTML elementi script með alert inn í sér. Síðan höfum við persistent XSS, þá þessi XSS einhvern veginn komið inn í gagnageymslu, til dæmis inn í gagnagrunn og keyra síðan þegar þessi gögn eru sótt og birt notanda. Hugsanlega af öllum notendum eða hugsanlega af einhverjum sérstökum, bara einhverjum ákveðnum notendum sem hafa aukin réttindi. Og þetta getur verið mjög alvarlegu galli. Þannig er þetta að reyna að koma inn einhverjum kóða sem keyrir djúpt inn í kerfið. Og þetta kemur ekki aðeins fram þegar maður vinnur með form. Það getur allur texti frá öðrum, getur innihaldið XSS og þess vegna treystum við engum. Og það til dæmis að HTTP headerar, til dæmis bara user agent getur innihaldið XSS, heiti fyrirtækja eins og kom upp þar sem að fyrirtæki var skráð með heitið, script og svo vísun í þekktan payload. Því var gert að breyta nafn út af því að þetta birti í raun og var valdur að XSS árás á fyrirtækjaskrá Bretlands. En við notum XSS pakkan þegar við erum með að passa upp á þetta í Node.js forritunum okkar og hreinsum allt input áður en við birtum eða vistum. Þannig að þá keyrum við þetta eftir að við erum búin að taka inn gögnin og validata þau, þá passum við upp á þau innihalda heldur ekki XSS. Og þetta aftur, við getum notað alert 1 til að sýna fram á að það sé einhver hóla og þetta getur samt tekið á þessi margs konar form, þannig að við skoðum aðeins fleiri payload. Þá getum við séð hérna að það er hægt að gera þetta í gegnum bara basic, við getum gert í gegnum myndir, við getum gert í gegnum SVG, við getum gert í gegnum div, HTML5 attribute og fleira. Þannig að hér í raun
mjög margar leiðir til þess að búa til strengi og að komast fram hjá alls konar leiðum. Síðan höfum við líka CSP sem er hægt að nota aukalega til þess að bæta við öryggi, en þá til dæmis ef það er XSS villa á vefnum okkar og XSS villan reynir að sækja eitthvað einhver staðar annars staðar frá, þá getur CSP eða Content Security Policy bjarga okkur, að það getur við takmarkað og sagt og skilgreint hvaðan má sækja efni. Þá getur við sagt skript má aðeins keyra frá þessum domains, myndir má aðeins keyra frá þessum domains. En ef við skoðum dæmi það hvernig við getum átt við og lent í XSS, þá erum við hérna með töflu og dæmi þar sem við ætlum að búa bara til upplýsingar hérna. Við ætlum að búa til eitthvað skema, við keyrum hérna readme, við ætlum að setja búa til, við ætlum að henda hérna vf2 SQL, við ætlum að búa hann til vf2 SQL, við ætlum að búa til skemað, við ætlum að búa til notandan, þannig að við erum að búa til takmarkaðan notanda og þá sjáum við hérna, við erum með text, svo við erum með students, við erum með notanda hérna sem á þetta og hérna gefum við notandanum aðgang á studentstöflunni til þess að við getum látið dæmi virka. En ef við gerum þetta ekki, þá er þessi notandi ekki owner, heldur svo notandi sem bjó til töflunni hérna sem notandinn minn og þá mætti þessi notandi ekki keyra eitthvað sem myndi breyta uppsetningu töflunar eða eyðinni. En við leyfum þessum notanda eyðinni til að sjá hvað gerist. Síðan erum við hérna með SQL injection dæmi og þá erum við að bjóða upp á að skrá nemanda, þannig að við bara keyrum þetta til að sjá hvað er í gangi. Nei, þetta er ekki vitlaust, það er ekki rétt. Svona, við opnum þetta og þá erum við hérna með einhverja nemandaskrá og hérna er bara engin nemandi, þannig ég ætla að skrá nemanda sem heitir Óli, skrá annan var Jón og Anna og nú erum við búin að koma hérna og við erum með einhverja upplýsingar. Hérna er Óli, hann var skráður á þessum tímapunkti, við erum með Jón, hann er skráður á þessum tímapunkti og svo framvegis. En nú kemur til að hann Robert Tables er að koma í skólan okkar og þá sjáum við að þegar við erum að búa til þessar notendur þá erum við að lesa hérna gögnin beint úr data sem kemur tvæningin um insert og insert er keyrt hérna, nei, hérna, þar sem við erum í raun að skrá notandan og það er ekki bara SQL injection, heldur líka XSS möguleiki þarna, þar sem við erum bara að taka þetta mjög hrátt og senda þetta hérna inn, en alvarlegri gallinn er í raun injection árásin. Þannig ef við keyrum núna og bjóðum Robert velkomin í skólan, þá skráum við nemanda, skráum Robert drop table students, skoðum nemendur og taflan er farin. Og við sjáum hérna villu, segir bara taflan, sjáum hérna, relation students does not exist. Þannig að það er í raun búið að droppa þessari töflu, sem er skelfilegt. Þannig að nú þurfum við að gera þetta aftur hérna, aftur að búið til skemað, aftur að gefa aðgang. Og nú byrjum við aftur með tóm gögn. Við skulum ekki skrá hann aftur, skráum einhvern annan, skráum aftur Óla og Önnu. Og nú erum við með, þetta hefur ekki keyrst inn, við skulum bara droppa databasenum. Búin til aftur, keyra þetta aftur. Rístarta hérna, skrá notanda. Ok, já, nú er þetta komið. Þetta hefur gerst þannig að ég eitthvað ekki, en allavega ef við förum þá inn í núna og við sjáum notendurnar, students heitir þetta. Þá sjáum við hérna, já, þetta er komin 2 Ólar, það er nú ekki gott.
En núna ætlum við í raun að segja að það er eitthvað annað viðmát sem leyfir okkur að segja að nemandi sé útskrifaður og þar leiðandi á ekki lengur að vera hægt að skoða hann nema einhverju ákveðni notendur. Þannig við ætlum að segja hérna að hún Anna er útskrifuð. Þá séum við hérna, hún er núna með trú í útskrifað og við erum í raun hérna í viðmótinu okkar þegar við erum að sækja nemendur og þá erum við að segja graduated jafnt og false. Þá getum við skoða nemendur og þá sjáum við hérna það eru bara þessi 2 ólar. Þá sjáum við samtidig, það er hérna 2 í ID-un okkar. Hvað ef nú við reynum að komast að því hvort við getum fundið einhverja aðra nemendur? Og þá getum við prófað að senda inn hérna 1 eða 1 jafnt og 1 order by ID. Þá allt í henni get ég leitað upp í hana önnu sem á ekki verið hægt að sækja. Og þá er það út af því að beiðnin varð fyrir stakar nemanda svona. Ég er að segja það sem ID er jafnt og 1 eða trú. Þannig að þetta hérna verður satt. Þannig að við í raun fáum bara alla nemendur og við röðum þeim eftir ID og þarna getum við síðan farið að reyna að höggva af ákveðna notendur til þess að reyna hægt og rólega geta skoðað allar færslur í töflunni. En ef við skoðum síðan dæmi XSS árás og þá getum við keyrt þetta upp og þá erum við hérna með 2 form og bæði eru í raun með þetta opið og réttar uppfærslur eru í get save, ekki í post save og þá ef við opnum hérna þá er þetta, nú getum við sett hérna script alert 1 sendum þetta og þá sjáum við hérna ég fæ þetta upp og þá er það í raun og veru ég skrifaði þetta upp út hérna án þess að hreinsa þetta nokkurn hátt. Ef ég geri þetta rétt án XSS-hólu þá er hann keyrið í gegnum XSS-pakkan og við fáum hérna escapeað skriftelementið. Og síðan sama með post að þá fór það bara sama hátt hérna inn. Þannig að það er alltaf möguleiki á þessu ef við erum ekki að passa okkur. Síðan ef við erum með persistent þá getum við ímyndað okkur að við séum með einhvers konar log. Við erum að geyma upplýsingar alla þá sem eru að hérna erum við að inserta einhverju inn í þessa texttöflu sem við byggum til líka í gagnrýnum hérna. Við keyrum upp þetta og við sendum inn gögn hérna sem eru með XSS-hólu, gögn við stuð, skoða gögn og hér fáum við XSS-hóluna í hausinn og þá hefum við selektum úr þessari töflu og þá sjáum við hér er bara geymt stakið sem er með XSS gögnunum og ef þetta er síðan selektað upp þá er það birt. En ef við gerum þetta í gegnum örugguleiðina þar sem við hreinsum gögnin þá sjáum við hérna að við erum með 2 sinnum vitlaus gögn, 1 sinni rétt gögn. Þá er það, þetta var tilnum frá því áðan frá mér sem ég heysi ekki út. Nei, ég reloadaði síðunni þarna áður en ég gerði hitt. Af því að hvernig gæti verið frá hann, ég var að henda gagnagrunnum. Þá í rauninni erum við ekki lengur að vista gögnin með möguleika á þessari árás. Við erum bara með þau svona afvopnuð í gagnagrunnum. Síðan að lokum, þá skulum við sjá dæmi hérna svona aðra persistent árás. Þar sem við erum í raun með einhvers konar log. Þar sem við getum í raun verið að geyma bara allar heimsóknir sem koma við okkur. Við viljum bara vita hvaða user agent það er. Og við tökum þennan user agent bara beint úr frá browsernum. Þannig að hérna ger ég framkvæmi nokkrar heimsóknir, skoða login, þá sé ég hérna, þá er þessi browser agent að segja að ég sé að nota Firefox, ég er á Mac og eitthvað svona það. Þá getum við greint hérna hversu margir notendur okkar eru á Firefox versus Chrome versus Safari. En núna ef ég framkvæmi fyrirspurn þar sem að user agent headerinn er með XSS möguleika, þá segir ég bara hérna, halló heimur, það er svarið og núna reloada ég hér
og ég hef búin að geyma, búin að koma inn í loggin einhverju sem stelur og þetta getur þýtt og þetta getur legið þarna og svo kemur einhver notandi, einhver admin loggar sig inn til að skoða loggana og þá keyrir einhver árás sem hugsanlega stelur aðgangi notandans, admin notandans og leyfir þá einhverjum óæskilegum aðila að komast inn í kerfið.